Sko, norrænt samstarf svo margþætt. Það nær inn í nánast öll svið mannlífsins hérna á Íslandi og hefur staðið svo lengi og kannski gengið svo vel og náð svo miklum árangri að við erum hætt að taka eftir í að mörgu leyti. Norrænt samstarf einn mikilvægasti þátturinn í utanríkismálum Íslands. Þetta samstarf frændþjóðanna náið. Það sést í starfsemi Norðurlandaráðs sem þingmannavettvangur í norrænu samstarfi. Það sést auk þess í starfi norrænu ráðherranefndarinnar sem opinber samstarfsvettvangur norrænu ríkisstjórnanna. Það voru á öllum Norðurlöndum einnig reknar samnorrænar upplýsingaskrifstofur, vinnumiðlanir og þjónustur til að mynda norræna rannsóknir og styrki. Markmið þessa samstarfs háleit að gera Norðurlöndin að samþættasta landsvæði heims, svæði mikils efnahagsstyrks og ríks félagsauðs. Til að ræða norræna samvinnu hingað komið Sturla Sigurjónsson, ráðuneytisstjóri utanríkisráðuneytisins. Velkomin Sturla. Já, þakka þér fyrir. Kannski í upphafi, hver maðurinn? Já, ég fæddur og uppalinn í Reykjavík, í Vesturbænum og gekk þar svona hefðbundinn menntaveg, meðalskóli, Hagaskóli, menntaskólinn í Reykjavík og svo í háskólann. Starfaði nú eitt og annað á mínum háskólaárum og í kjölfarið en hóf störf í utanríkisþjónustunni 1987. Þannig að þar hef ég starfað núna í 32 ár og verið í ýmsum störfum á þeim vettvangi í 3 heimsálfum, oft hér í ráðuneytinu í gegnum tíðina, en það þannig með okkar flutningsskyldu utanríkisþjónustunni að maður flyst reglulega á milli starfsstöðva og þá ekki bara erlendis heldur líka hingað heim. Þú varst sendiherra í Kaupmannahöfn, ekki satt? Jú, ég var þar í tæp 5 ár og það var mjög ánægjulegur og eftirminnilegur tími að mörgu leyti. Það sagt að Norðurlandasamstarfið sé einn af hornsennum íslenskrar utanríkisstefnu. Af hverju það svo? Það kemur náttúrulega til af sögulegum, menningarlegum tengslum en líka vegna þess að við deilum með hinum 4 ríkjunum grundvallargildum og hagsmunum. Og þessi 5 ríki, þau eru hlutfallslega á heimsmælikvarða myndu teljast öll til smærri ríkja. Þó að þau séu sameiginlega efnahagslega sterk og hafi sameiginlega gott orðspor á alþjóðavettvangi. Þau eru náttúrulega staðsett öll í Norður-Evrópu og hafa sameiginlega svæðisbundna hagsmuni þannig. Af hverju þetta mikilvægt fyrir okkar utanríkisstefnu? Það náttúrulega vegna þess að þessi 5 ríki þau efla hvert annað og sem heild að þá geta þau komið mjög sterkt fram og í ljósi þess að við erum minnst af þessum 5 að þá held ég að sé nokkuð augljóst að ávinningurinn ekki minnstur og kannski mestur fyrir Ísland og þar að leiðandi leiðir að sjálfu sér að það sé eðlilegt að þetta sé einn af hornsteinum utanríkisstefnunnar. Hvernig eru þjóðirnar að vinna saman? Sko, norrænt samstarf svo margþætt. Það nær inn í nánast öll svið mannlífsins hérna á Íslandi og hefur staðið svo lengi og kannski gengið svo vel og náð svo miklum árangri að við erum hætt að taka eftir í að mörgu leyti. Hvað okkur varðar, þar að segja stjórnsýsluna, þá hún norrænt samstarf birtist á öllum stigum, þar að segja frá ráðherrum og niður úr og niður í sérfræðinga og það felst náttúrulega aðallega í reglulegu samráði og samstarfi og stundum sameiginlegri framkvæmd. Ég myndi halda svona dagsdaglega að samráðsþátturinn sé ekki síst mikilvægur. Og þar utanríkisráðuneytið leiðandi í þessu starfi? Já, sko, það náttúrulega öll ráðuneytin fara með norrænt samstarf í einhverju mynd og
Samstarfsráðherra Norðurlanda til dæmis ekki utanríkisráðherra yfirleitt. Þannig að það þarna ákveðin verkaskipting en ég held að sé óhætt að segja að utanríkisráðuneytið hefur kannski mest umfang í þessu og þá eins og vill oft verða ekki bara í hvað varðar norrænt samstarf heldur líka í öðrum málum að þá höfum við fyrst og fremst samræmingarhlutverk. Það er að segja að ná saman aðilum hér í stjórnsýslunni og jafnvel utan stjórnsýslunar til þess að koma að borðinu og geta komið með efnislegt innlegg og jafnvel stuðlað einhverju niðurstöðu. Við erum með Norðurlandaráð sem svona samstarfsvettvang þingana að mestu leyti og síðan norrænu ráðherranefndina og við erum að taka við formennsku þar. Hvað þýðingu hefur það? Fyrir leikmanni? Já, þetta náttúrulega sko þessi norræna hringrás. Við skiptumst á að taka þessar formennskur og þetta árslöng formennska sem segir réttilega að hefjast núna. En hún snýst fyrst og fremst samræmingu. Það er að segja að þetta svo aðili í hópi ríkjanna 5 sem að tekur að sér skipulagningu funda til dæmis. En það líka ákveðin frumkvæðis inn í þessu líka. En þetta fyrst og fremst samræming. Erum við með einhverja sérstakar áherslur núna þegar verandi með formennsku? Já, við náttúrulega, þetta fléttast svolítið saman. Við náttúrulega erum að taka við formennsku líka í Norðurskautsráðinu og við erum fyrir hönd Norðurlanda og Eystrasaltsríkja að taka við samræmingarhlutverki í stjórn Alþjóðabankans og þannig að þetta fléttast svolítið saman og áherslur okkar til dæmis á vettvangi Norðurskautsráðsins að þær endurspeglast að vissu leyti líka í okkar formennsku í norrænu ráðherranefndinni. Síðan get ég nefnt, við getum kannski farið betur út í það hér á eftir en að við höfum líka tekið ákveðið frumkvæði varðandi úttekt á auknu samstarfi á svið utanríkis- og öryggismála. Sennilega gerir ekki allir sér grein fyrir hvað Norðurlandaþjóðirnar að vinna saman víða innan Sameinuðu þjóðanna í menningarmálum, þróunarsamvinnu og svo framvegis. Það hafa verið lagðar fram ákveðnar tillögur samvinnu Norðurlandana á sviði öryggis- og varnarmála. Fyrrverandi utanríkisráðherra Noregs held ég hafi komið með þær tillögur. Geturðu sagt okkur eitthvað aðeins frá þeim tillögum? Já, það var fyrir rúmum 10 árum að Thorvald Stoltenberg var fenginn til þess að gera úttekt á samstarfi Norðurlanda á sviði utanríkis- og varnarmála. Hann skilaði prýðilegri skýrslu en síðan liðinn áratugur og það hefur margt gerst í heiminum síðan. Það ýmis mál sem hafa komið upp sem að krefjast viðbragða og jafnvel þá að hálfu Norðurlanda sem heildar. Ég get nefnt náttúrulega atburðinn í Evrópu vegna Úkraínu, loftslagsmál, fjölþjóðaógnir, nauðsyn netvarna. Þetta eru mál sem hafa komist í hámæli síðan að Stoltenberg skilaði af sér. Nú, við ætlum að taka frumkvæði sem að lítur að því að í fyrsta lagi að leggja til við hinn Norðurlöndin að það verði metið hvernig framkvæmd tillagna Stoltenberg hefur gengið. Það fyrsta skrefið. Næsta skrefið sem gæti fylgt í kjölfarið væri þá að það verði samþykkt að fara í nýja skýrslugerð, það er að segja aðra úttekt í ljósi breyttra aðstæðna, eins konar hvað á að segja Stoltenberg 2 og ég held að það gæti orðið athyglisverð lesning en það hafa náttúrulega ekki verið teknar ákvarðanir þetta ennþá.
Þetta eru tillögur sem við erum að vinna með og hyggjumst fylgja eftir. En það má kannski nefna í þessu samhengi að það eitt sem að hefur gerst í kjölfar þess að Stoltenberg skilaði sinni skýrslu og það náttúrulega kannski ekki bara afleiðing af skýrslunni heldur líka að breyttum aðstæðum í alþjóðamálum. Og það samstarf og samráð Norðurlanda á sviði varnarmála, svo kallaða NORDEFCO samstarf. Og það má kannski segja ef við horfum á norræna sviðið í heild þá þetta sá þáttur sem að hefur vaxið hvað hraðast eða þróast hvað öðrast. Forystumenn ríkisstjórna Norðurlanda hafa talað fyrir því að það eigi að gera Norðurlöndin að samþættasta samfélagi heims. Og þetta er háleit markmið, en hvað þýðir það? Samþættasta samfélag heims? Já, eins og við ræddum hérna áðan í upphafi að þá á norrænt samstarf sér nú orðið nokkuð langa sögu og það hefur margt gerst á þessum áratugum og mikill árangur náðst og jafnvel árangur þannig að margir taki ekki eftir og ganga að þessu sem gefnu, þeim réttindum og hagsbótum sem að því fylgja. En það er ljóst að verkið er ekki fullkomnað, það má bæta það ennþá og það er náttúrulega það sem að ríkisstjórnir Norðurlanda hafa verið að horfa til á undanförnum árum. En það má kannski nefna að þegar að Noregur Svíþjóð og Finnland gengu til liðs við Evrópusambandið fyrir aldarfjórðungi síðan og fóru þar til liðs við Danmörku að þá voru áhyggjur sumstaðar að þetta myndi hafa áhrif á norræna samstarfið. En það hefur ekki orðið. Það hefur, og það endurspeglar þá líka að það er ekki bara við heldur öll ríkin sem að sjá sér hagið í að halda utan þann árangur sem náðst hefur. Hvernig er þetta í samanburði við önnur ríki? Já, ef við berum okkur saman við, hvað maður að segja, önnur smærri ríki í Evrópu eins og Luxemburg, Möltu, þá erum við minni. Sturla, kæra þakkir. Já, þakka þér. Og allstar það sem að kom og þá er sagt þá sem Kanadamenn að þessir vestur-Íslendingar eru duglegir og heiðarlegir. Heiðarlegir og duglegir. Það eru ansi góð einkunnarorð sem að þeir fá á sig og hafa fengið á sig í gegnum áratugina. Vesturfarar voru Íslendingar sem héldu til Brasilíu, Kanada og Bandaríkjanna á árunum 1870 til 1914. Alls fluttu 15 til 20.000 Íslendingar vestur haf sem samsvaraði 50 þjóðarinnar á þeim tíma. Í dag eru Íslendingar og fólk af íslenskum ættum tugir ef ekki 100.000. Þjóðrækningsfélag Íslendinga í Vesturheimi sem var stofnað 1919 gengur nú undir nafninu The Iceland National League of North America. Félagi heldur nú í maí upp á 100 ára afmæli sitt í Vesturheimi. 2 áratugum síðar var síðan systurfélag stofnað hér á landi sem heitir Þjóðrækningsfélag Íslendinga. Félagi hefur það markmið að efla samhygð og samstarf milli Íslendinga heima og erlendis og tengsl við fólk af íslenskum ættum í Norður-Ameríku. Til að ræða þessi tengsl okkar við afkomendur í vestur Íslendinga er hingað komið Hjálmar Vog Hannesson, fyrrum sendiherra og einn forystumanna Þjóðrækningsfélag Íslendinga. Velkomin, Hjálmar. Kannski fyrst, hver er Hjálmar Vog Hannesson? Já, hann er nú 73 ára gamall Íslendingur, fyrrverandi diplomat og kennari í stuttu máli og Reykvíkingur af miklu leyti, en 1/4 Færeyingur og úr Stykkishólmi og Suðurlandi. Og þú átt langan feril í utanríkisþjónustunni? Já, það urðu meir en 40 ár sem ég var þar að störfum, víðs vegar heiminn.
Það áætlað að 15-20.000 manns hafi farið vestur haf. Er vitað hversu margir í dag telja sig vera íslenska eða með íslenska rætur í vesturheimi? Þetta er rétt, það er svona talað 15 Íslendingar sem fóru, 20.500 talan stundum nefnd. Ég hef ekki séð og veit ekki rannsóknir eða öruggar heimildir fyrir því hversu margir telja sig af íslensku bergi brotnir í vesturheimi, en miðað við svona eðlilega fjölgun og samanburð þá við líka við fjölgun á Íslandi, auk þess að Vestur-Íslendingar fengu aðstoð við fjölgunina, því að auðvitað eru þeir blandaðir, að þá erum við svona með menntaða ágiskun að 100 til 150.000 manns í Norður-Ameríku telji sig af íslensku bergi brotnir. Þetta er stór hópur. Þetta er gríðarlega stór hópur og merkilegt. Náttúrulega stærsti hluti þessara 20.000 15 fóru til Kanada, langflestir, og síðan stærsti hluti þeirra settist að í Manitoba, Winnipeg og Nýja Íslandi, og þar að mörgu leyti miðstöðin enn þann dag í dag. Og Kanada stjórnir hafa ávallt lagt mikla áherslu á að menn viti hvaðan þeir koma. Þetta er innflytjenda land rétt eins og Bandaríkin. Þeir eru með það stefnu sem kallast menningarlegt mósaík. Það er að segja að fólk viti hvaðan það kemur, auðvitað sé Kanadamenn, en Bandaríkjamenn hafa aðra stefnu sem eiginlega kölluð á ensku melting pot, að þá sem sagt fólkið og svo öllu blanda saman. Þetta er svona í grófum dráttum, og þess vegna mun erfiðara að henda reiður á hversu margir af íslenskum ættum frá þessum tíma eru í Bandaríkjunum. Það mun auðveldar í Kanada, því þar hafa menn haldið hópinn, haldið í menningarrætur ýmsar, og ekki síst á þessum slóðum sem ég nefndi, Manitoba, og þaðan vestur að Kyrrahafi. Hvernig tengist þessi hópurinn á utanríkisstefnu Íslendinga? Þetta er náttúrulega geysilega merkilegur grunnur að byggja á þegar að stofnað sendiráð í landi eins og Kanada og í Ottawa, og á undan því var stofnað 1999 stofnuð skrifstofa aðalræðismanns Íslands í Winnipeg, og það var til þess að viðhalda og styrkja þessi tengsl. Og náttúrulega niður í Bandaríkjunum auðvitað gömul hefð fyrir að vera í sterkum samskiptum við sérstaklega Minnesota og Norður Dakota, og sendiráð í Washington auðvitað sér þau samskipti, eða sá þau samskipti að mestu leyti, og gera hluta til ennþá. En aðalræðisskrifstofan í Winnipeg, hún er mjög sérstök að því leyti til að aðalræðismaðurinn, hann fer yfir landamærin suður til Bandaríkjanna og tekur þátt í alls konar hátíðahöldum í Mountain, Norður Dakota, og fer til Minnesota í Minnesota, þar sem var mikil Íslendingabyggð, og fer til Minneapolis í Minnesota, auðvitað í góðu samkomulagi við sendiráð Íslands í Washington. Þannig að hann fer yfir þessi landamæri og starfar beggja vegna, og hann fer auðvitað víða Kanada og svolítið víðar í Bandaríkjunum en þetta. Það er sum félögin sem þú nefndir, 46, eru félög eða tiltölulega ný aðfluttra Íslendinga, og eru þá dálítið annars eðlis heldur en þessi gömlu vestur Íslendingafélög. Og auðvitað hjálpar það öllum viðskiptum, til dæmis nú er ég að tala fyrirtækjaviðskipti,
að hafa fólk sem að lítur til Íslands jafn mikið og sterkt og þessi félög gera öll, bæði gömlu og nýju. Þannig að þetta skiptir verulegu máli þannig líka í krónum og aurum. Mér langar að spyrja aðeins þjóðræknisfélagið. Ég veit þú varst formaður og skilaði raði núna var það ekki bara núna í febrúar. Getur þú sagt okkur aðeins frá því félagi og hver verkefni þess eru? Já, það var sem sagt eins og þú sagðir í upphafi stofnað 1939 og að halda upp á 80 ára afmæli á þessu ári og vestur íslensku samtökin eru að halda upp á 100 ára afmæli. Þannig að þetta mikið afmælisár. Snorraverkefnin eru að halda upp á 20 ára afmæli. Ef ég má aðeins segja... Snorraverkefnin eru hver? Já, Snorraverkefnin byrja 2000, raunar 99 farið af stað og þau eru þannig að tekið á móti vestur íslenskum ungmennum frá Kanada og Bandaríkjunum á Íslandi og þau koma til 6 vikna dvelja viku í Reykjavík og svo farið á reynt að finna út hvaðan þau komu af landinu og reynt að finna þar ættingja fjarskylda og síðan sameiginlegt ferðalag og svo að lokum aftur gist í Reykjavík. Þessi ungmenni eru mörg hver, byrjuðu að koma fyrir 20 árum, eru mörg hver tekin við í forystu þessara félaga núna. Þannig að öll sú félagsstarfsemi hefur gengið í endurnýjun lífdagana, stórmerkilegt og sýnir að þetta var mikil framsýni sem var á bak við þessa hugmynd. Síðan þróaðist þetta að íslenskir unglingar eða ungmenni 18 ára og eldri fóru héðan til Vesturheims á Vestur-Íslendingaslóðir og svo hefur þetta líka þróast þannig að svokallað Snorri Plus að þá koma eldri Vestur-Íslendingar í heimsóknir til Íslands að sumri til og dvelji í 2-3 vikur. Það allt miklu minna umleikis. Og það nýjasta að heyrnarskertir eða heyrnarlausir Vestur-Íslendingar 2 koma hingað og 2 slíkir fara til Vesturheims á Íslendingaslóðir. Þannig að þetta hefur þróast á þennan veg og mjög merkilegt hversu vel þetta hefur allt gengið og hversu sterkar nýjar grunnbyggingar hafa orðið til út af þessu. Þannig að þessi þjóðrækni, þetta eru sterk tengsl. Já, gríðarlega sterk og við verðum að hafa í huga að þarna eru aðilar, fjöldinn allur af fólki af íslensku ætterni og það höfum við hvergi annars staðar í þessum mæli. Winnipeg kannski ennþá næst fjölmennasta íslenska borgin. Maður gengur götur og rekur sig allstaðar á íslenska arfleifð. Tala nú ekki ef við förum í nýja Ísland, Gimli, þar menningarsetur og þar alls konar byggingar og allt íslenskt. Árnes, Árborg, Lundar, Hnausar, Mikley, þetta eru allt saman staðir þar sem lifandi fólk af íslenskum ættum. Og ég veit það að ferðir hafa aukist mjög í báðar áttir. Meðal annars eftir að Böðvar Guðmundsson skrifaði sínar frábæru bækur og Egill Helgason gerði vesturfaraþættina. Þá hafi Íslendingar flykkst á þessar slóðir og ég fullyrði það að enginn sem fer á þessar slóðir, hvort sem þær eru Minnesota í Minnesota í Bandaríkjunum eða Norður-Dakota í Mountain, þar sem mikil hátíð í ágústbyrjun og ennþá stærri hátíð 40 til 60.000 manna í Gimli. Enginn sem héðan fer
á þessa staði kemur samur maður tilbaka. Þarna eru svo miklar sögulegar forsendur til þess að gleðjast saman um. Hjálmar Vog, kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis.